Já, komið þið sæl. Eins og mörg ykkar mögulega vita þá ég byrjaður á og meira sér svolítið langt komið með að skrifa framhald af nýjustu bókinni minni Ógnareðli. Og ég byrjaði að skrifa framhaldið þegar í febrúar 2020 og ég hef kannski sagt einhverju frá að sú bók mun fjalla meðal annars samsæriskenningar, öfgahyggju og undirbúningur hryðjuverka kemur við sögu. Mér sérstaklega minnistætt samtal sem ég átti við mjög góðan vin minn. Það hefur verið síðla sumars 2020 held ég, þar sem ég að segja honum frá því sem að gerist í þeirri sögu, sem að ber vinnuheitið Ríki og ranghugmyndir. Allavega, já, ég að svona segja honum lauslega hvernig söguþráðin í sögunni og aðalpersónar og eitthvað og meðal annars hvernig sagan þróast yfir í það að einhver byrjar að undirbúa hryðjuverk á Íslandi og svo segi við hann, man ekki alveg á hvað ég sagði orðrétt en það hefur verið eitthvað svona já, og þá nú bara að vona að einhver lúði út í bæ sé ekki að fara að plana neinn hryðjuverk allavega að alla bókin mín kemur út, annars gæti það orðið mjög vandræðalegt. Einmitt. Þannig að eins og gefur að skilja þá komu fréttirnar undirbúning hryðjuverka núna fyrir mánuði að sjálfsögðu mjög flatt upp á mig, eins og það væntanlega komið flatt upp á langflesta. Þannig að mig langar bara aðeins að fara yfir það sem ég hef skrifað nú þegar í þessa sögu og sjá hversu nálægt sannleikanum hún hittir. Vil alltaf taka fram, ég byrjaði að skrifa söguna í febrúar 2020. Ég var samt mjög lengi fastur á vissum stöðum. Það var ekki fyrir í bara janúar, febrúar í ár þar sem ég byrjaði að komast virkilega mikið í gírinn og ég skrifaði það til 80% af því sem ég búinn að skrifa á því tímabili og nú bókin nánast búin. Það bara loka uppgjörið sem ég á eftir en svo náttúrulega bara endurskrifa og allt það en ég ætla nú að lesa nokkur brot úr sögunni, bara svona til þess að sjá hversu nálægt sannleikanum ég hef óvart verið. Taka fram að náttúrulega málið ennþá í rannsókn, þannig að það ekki endilega svo mikið sem að vitað nú við raunverulega málið. Það getur náttúrulega verið að það komi eitthvað allt annað í ljós. Þeir náttúrulega hafa bara verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna gruns undirbúning hryðjuverka, þannig að það alveg fræðilegur að það hafi í rauninni engin hryðjuverk verið plönuð. Það þarf bara að koma í ljós með nánari rannsókn og við bara fylgjumst með því þegar það kemur en allavega það sem ég að fara að lesa upp það ekki endilega í þeirri röð sem það gerist í bókinni. Þetta svona að tekja þessu samhengi en vélinn í skótanum urrar eins og hann sé alveg að fara að gefast upp. Vertu ekki með þetta væl. Ef hraðamælirinn í þér nær upp í 240 hlýtur þú að geta þolað 160, tautar Ágústa bæði í senn við bílinn en einnig við sjálfa sig. Henni finnst óþægilegt að keyra svona hratt á ómerktum bíl sem ekki einu sinni búinn sérstökum ljósum. Þar að auki spennan alveg að fara með hana. Hún á fleygiferð í áttina að bílsprengju sem hefur líklega verið sett saman af brjáluðum öfgamanni. Henni finnst ótrúlegt að hugsa til þess að lítið land eins og Ísland geti alið af sér hryðjuverkamenn. Já, það vægast sagt ótrúlegt. Já, og einnig út af þessu meinta undirbúningi hryðjuverka hefur náttúrulega mikið verið rætt öryggi ríkisins og heimildir lögreglu fyrir forvirkar rannsóknarheimildir, held ég að það heitir, forvirkar minnir mig, allavega já, og ég merkilegt nokk tileinka stórum hluta sögunar einnig pælingar það. Ágústa og kollegar hennar töluðu það sem núna fór fram innan veggja í Skúlagötu þar sem embætti ríkislögreglustjóra var til húsa. Þar var nú verið að ræða hvaða aðferðum væri hægt að beita til þess að finna Baltasar og líklega var einnig rætt hvaða valdaheimildir lögreglan ætti að biðja dómsmálaráðuneytið að veita henni tímabundið til þess að geta betur haft upp á þessum fyrsta sanna hryðjuverkamanni Íslandssögunnar.
Greiningardeildin hefur sett saman fyrir okkur lista yfir ákveðna einstaklinga sem við höfum núna fengið húsleitarheimildir fyrir og við eigum svo að taka alla þessa einstaklinga til yfirheyrslu, útskýrir Höskuldur og tekur síðan fram bunka af blöðum úr skjalatöskunni sinni. Blöðin reynast öll vera húsleitarheimildir ásamt pappírum sem innihalda allskyns upplýsingar hina og þessa einstaklinga. Hvaða einstaklingar eru þetta? Spyr Franklin og gengur yfir til Höskuldar til þess að skoða blöðin nánar. Meintir öfgamenn, svarar Höskuldur. Öfgamenn? Spyr ein rannsóknarlögreglukona. Nýnasistar, hægri öfgamenn, anarkistar, nokkrir kommunistar, öll flóran sýnist mér. Þetta eru yfir 40 nöfn, svarar Höskuldur og veifar blaðabunkanum yfir höfði sér. Hvaðan fékk greiningardeildin lista yfir þetta fólk? Spyr rannsóknarlögreglukonan. Ég bara veit það ekki og ég vill ekki vita það. Hvað greiningardeildin gerir heyrir beint undir Sigríði Björk og það er ekki í mínum verkahring að skipta mér neitt að því, svarar Höskuldur og byrjar að útdeila leitarheimildunum til reyndustu rannsakendana. Náttúrulega í sögunni gerir ég ráð fyrir að þetta frumvarp sem núna er til umfjöllunar að ekkert slíkt sé til. Ég meina, þegar að Mosfellssagan er skrifuð var ekkert slíkt frumvarp til. Þannig að þetta er að sjálfsögðu pælingar sem að koma alltaf fram í öllum löndum þegar eitthvað svona gerist og þegar að þá náttúrulega fer umræða öryggi ríkisins og þegnana á fullt og fólk verður að velta fyrir sér hvað löggæsluaðilar geta gert og mega gera til þess að safna upplýsingum og þetta er náttúrulega svona dans sem að mjög svona jafnvægisdæmi sko, það er svona þú veist, maður vill ekki skerða réttindi íbúa til einkalífs of mikið en maður vill heldur ekki að mögulegir öfgamenn fá of mikið svigrúm til þess að leika lausum hala. Þannig að þetta er mjög svona, eitthvað sem er mjög erfitt að balansera og þetta er eitthvað sem að öll ríki í heiminum hafa einhvern tíma þurft að tækla og mörg þeirra hafa náttúrulega farið vel yfir strikið með þessa hluti en önnur líka hafa væntanlega gert allt of lítið og Miðað við það sem hefur verið gert opinbert, í raunveruleikanum var það þannig að lögreglan virðist hafa komist á snoðir málið vegna þess að náttúrulega fyrir nokkrum mánuðum eða var það fyrir meira en ári var náttúrulega skotárás í Reykjavík þar sem að þrívítarprentuðu skotvopni var beitt og svo virðist sem að þegar lögregla var að rannsaka hvaðan að þetta skotvopn kom þá komist þeir að lokum á snoðir þennan meinta hryðjuverkahóp gengi og það er svolítið merkilegt að því minnisögu þar snýst þetta svolítið á haus. Það kemur líka skotvopni sögu sem og rannsókn lögreglu leiðir lögreglun eitthvað nema þarna er það að vera þannig að sett í sögunni minni er það þannig að það er framið árás á mikilvægan embættismann og í framhaldi af því gerir lögreglan einhverjar rannsóknir og þú veist byrjar að gera húsleitir og svona eins og maður tekið fram hérna húsleitir hjá meintum öfgamönnum og við eina húsleit finnst hríðskotariffill og þessi hríðskotariffill að hann finnst, það hleypur á stað einhverju atburðarás sem að verður til þess að sá sem seinna byrjar að skipuleggja hryðjuverkamenn, hann endar á að vera með svona hríðskotariffill í sínum fórum í lok sögunnar. Þannig að þarna í minni sögu er þetta ekki meint öfugt. Það er ekki það að lögreglan finnur einhver hríðskotariffill og þannig komast þeir á snúður eða hryðjuverkur framinn. Það er meira það að þeir finna hríðskotariffill og það hleypir á stað atburðarás sem að verður til þess að einhver byrjar að skipuleggja hryðjuverkaárás og hann endar síðan á að vera með nákvæmlega svona hríðskotariffill í sínum fórum. Þetta meikar auðvitað engan sens þegar ég er að útskýra hér og núna. Ég vil líka ekki spoila sögunni of mikið af því að planið er ennþá að gefa hana út að sjálfsögðu.
mögulega mun ég endurskrifa einhverja hluta af henni, bara svona í ljósi þess að núna hefur átt sér stað. Það þarf alltaf að koma í ljós, en allavega, núna kemur sá partur þess sem ég hef skrifað sem að er kannski hvað mest óþægilegur. Það er sem sagt, það er hérna þegar að hryðjuverkamaður sem er búinn að búa til bílsprengju er að ákveða hvar hann ætlar að sprengja hana og taka fram að eftirfarandi, þetta er náttúrulega allt hans hugsun, þetta er svona tekið úr hans höfði, hvernig hann sér hlutina, þetta er hans orð, taka það fram. Sameiginlegur sprengikraftur allra gaskútana mun verða gríðarlega öflugur. Nægilega öflugur til þess að jafna nokkurra hæða hús við jörðu. Meðan hann vann ötulum höndum við að setja bílsprengjuna saman, lét hann hugan reika varðandi hvar hann ætti að láta til skarar skríða. Fyrst datt honum í hug að gera það á Bessastöðum. Næst hafði Baltasar lengi vel velt fyrir sér þeim möguleika að sprengja bílinn fyrir utan stjórnarráðið. Merkilegt nokkuð, ástæðan fyrir því að, meðal annars ástæðan fyrir því að hann ákveður ekki velja stjórnarráðið sem skotmark er vegna þess að stjórnarráðið var upphaflega byggt að hluta til sem tukthús og hryðjuverkamaðurinn í þessari sögu er fyrrverandi fangi og hann svona, þú veist, svona ber virðingu fyrir fangelsum. Svona, fangelsi eru jú líka heimili, það var í synd að sprengja fyrsta fangelsi landsins. Ég er ekki að segja að hugarheimur mann sem ákveður að setja saman bílsprengju þurfi endilega að meika mikið sens. Ég held að það segir sig pínu sjálft að hugsunarháttur hjá slíku fólki er ekki endilega alveg upp á 10. Svo var auðvitað lögreglustöðin við Hverfisgötu. Rosalega freistandi skotmark. Lögreglan var jú sú stofnun sem átti óhreina hendur sínar við það að halda öllum litlu borgurunum í skefjum frá yfirvaldinu. En með lögreglustöðina var aftur sama vandamál og með Lækjartorg og það var að við Hlemm voru svo rosalega margir túristar. Ok, hann vill ekki meiða saklausa túristar. Fallegt af honum. Sjá. Og svo var auðvitað Alþingishúsið. Ríkisstjórnin sat iðulega við útvegginn sem sagt næst svölunum og einmitt þar fyrir neðan gæti hann sprengt bílinn. Hann myndi þá mögulega ná allri ríkisstjórninni og jafnvel meiri hluta alls þingsins. Hann gæti fræðilega séð náð öllu þinginu ef að alþingismenn væru ekki svona fáralega latir við það að mæti vinnu. Það voru iðulega einhverjir ferðamenn á svæðinu en samt ekki nærri því eins þétt saman og við Lækjartorg og Hlemm, sérstaklega ekki á veturnar. Ef hann yrði heppinn með veðrið myndu kannski alls engir ferðamenn vera á svæðinu. Svo var alltaf bein útsending í gangi. Gjörningurinn hans myndi vera sýnilegur fyrir alla þjóðina og allan heim. Hann klárar að sjúga reykinn úr sígarettunni áður en hann fleygir stubbnum í áttina að ánni og stendur á fætur. Tilhugsunin að almenningur muni skyndilega sjá útsendinguna frá Alþingi verða ruglaða eða að mögulega sjá skyndilegan blossa, eldtungur og síðan reyk áður en Austurvöllur blasir skyndilega við í bakgrunni handan alls reykjarins kætir Baltasar afar mikið. Hann glottir við tilhugsunina og finnur blóðið streyma hraðar. En, já, skuggalegt, en sko, ég hugsa, og þetta er nú bara ágiskun að mínu leyti, ef að maður væri yfir höfuð að skipuleggja hryðjuverk á Íslandi þá, sem ætti að beinast gegn ríkinu á einhvern hátt, þá
eru held ég bara ekki það margir staðir sem að kæmu sterklega til greina. Ég meina, þetta er ekki eins og í Bandaríkjunum þar sem að í hverju einasta fylki er einhver FBI-bygging eða eitthvað, hvað fleira eru þið með hérna, Homeland Security útibú eða skrifstofur eða skattskrifstofur út allt eða guð má vita hvað, sko. Það er bara urmull af mögulegum skotmörkum þar fyrir bara hryðjuverkamenn. Þeir geta bara verið fengt hluti alla daga vikunnar og bara alltaf nóg til á skotmörkum, en ekki alveg svo mikið á litla Íslandi. En þannig að, eins og ég segi, ég hugsa að ef einhver myndi vera að skipuleggja eitthvað svona á Íslandi yfir höfuð þá myndi þetta alltaf vera þeir staðir sem að kæmu hvað líklegast til greina, býst ég við, en eins og ég sagði áðan þá er bókin að sjálfsögðu ekki fullskrifuð ennþá, hún er nánast fullskrifuð, en svo þarf ég náttúrulega að endurskrifa og laga og stafsetning og allt þetta og svo náttúrulega já, tekur við þetta endalausa kjaftaði sem er að reyna að finna útgefanda og þannig að ég veit ekki alveg hvenær bókin kemur út, get engu lofað það, en allavega já, það er smá séns að ég hef óvart reynst vera aðeins samspárri með sögur en ég hefði gjarnan kosið, en já. Allavega, þakka ykkur kærlega fyrir að horfa og vonandi fannst ykkur þetta eitthvað áhugavert og ekki of óhugnanlegt einhvern veginn og svo náttúrulega vil ég mennta á að, fyrir það sem ekki vita, Ógnareðli fæst nú í nokkrum verslunum Pennans Eymundssonar og bókabúð Forlagsins við Fiskislóð í Reykjavík og einnig er hægt að panta eintak á góðar-bækur.is. Þannig að ég ætla að næla ykkur í eintak meðan að byrðir endast. Takk fyrir og hafið það gott. Já, ég var að átta mig á því að ég er með þennan lampa aðeins svo nálægt andlitinu. Þannig að þessi hluti andlitsmínið er ógeðslega að baða í ljósi. Kannski ég hafi myndbandi í svarthvítu, þá ætti þetta að koma betur út. Þetta er, já.